Að síðustu tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Virðulegur forseti. Það aðskilnaðarstefna í boði ríkisins í gangi. Það stefna stjórnvalda að skilja að veikt fólk, eldri borgarar þessa lands. Og hún fer fram á þann hátt að ef þessir einstaklingar ætla að ganga í hjónaband eða búa saman, þá missa þeir 60.000 kr. á mánuði hver einstaklingur. 120.000 kr. samtals. 80.000 kr. eftir skatta. Við skulum aðeins gera okkur grein fyrir því hvað þetta þýðir á mannamáli. Þetta þýðir það að það er verið að skatta aukalega þetta fólk, veikt, slasað, gamalt fólk, 20%. Heimferða það hérna yfir á hv. alþingismenn. Hvernig væri staðan með alþingismenn sem fengi saman? Jú, við erum að tala 250.000 kr. aukaskatt. 500.000 kr. hjá hjónum sem væri með sömu tekjur. 300.000 kr. eftir skatta. Dettur okkur í hug að setja þetta á sem lög? Og ég spyr, hvernig stendur á því að þetta sé í líði og hvernig getum við varið þetta gagnvart mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, stjórnarskránni og því sem við erum nýbúin að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðra. En það ekki nóg að fólk sé bara að þessir einstaklingar sem eru á lífeyrisgreiðslum séu skertir vegna hjónabands. Það einnig vegna sambúðar við börnin sín, einstaklingar hvort sem þeir eru fatlaðir eða hjón, ellilífeyrisþegar eins og ég veit eru með fatlaðan einstakling heima hjá sér, þau eru öll skert og þar tekið 180.000. Og hvers vegna í ósköpunum leyfir þessu að viðgangast? Og ég spyr forsætisráðherra, ætlar hún að gera eitthvað í þessu strax? Eða finnst henni eðlilegt að taka einn hóp út og skerða hann á þennan hátt? Og ég spyr líka í því samhengi, hvernig stenst þetta stjórnarskránni? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni þessa fyrirspurn sem lýtur að skerðingum þegar kemur að hjónum eða sambúðarfólki í hópi aldraðra og örorkulífeyrisþega. Nú það svo að hér voru samþykktar breytingar á almannatryggingakerfinu 2016 og meðal þess sem var deilt þá hvað varðar aldraða. Og meðal þess sem var deilt þá var að þeir sem voru í sambúð eða hjón fengu þá hlutfallslega minni kjarabætur en þeir sem bjuggu einir. Rökstuðningurinn sá með því á sínum tíma af hálfu þáverandi ríkisstjórnar að það væri mikilvægast að styðja við þá sem væru einir því þar væri framfærslan þyngri en þegar væri fleira að ræða. En þessu var eigi að síður mótmælt, meðal annars að þeirri sem hér stendur. Þessi lög voru svo samþykkt og þau voru afrakstur starfshóps sem hafði starfað allnokkurt skeið þar sem öryrkjar sögðu sig frá á lokametrum þeirrar vinnu en fulltrúar eldri borgara þeir tóku þátt í því að ná því samkomulagi sem var undirstaðan undir þetta frumvarp. Bara svo við rifjum upp söguna sem hv. þingmaður byggir sína fyrirspurn á. Nú það svo að fulltrúar Landssambands eldri borgara hafa óskað eftir því að þessar breytingar sem voru gerðar á almannatryggingakerfinu sem þeir vissulega komu að undirbúningi þeirra á sínum tíma, þeir vilja meta þær sérstaklega út frá því hvernig þær hafi komið út fyrir tekjulægri einstaklinga í hópi aldraðra. Og sú vinna farin af stað, félagsmálaráðherra stýrir þeirri vinnu, hann hefur óskað eftir tilnefningu meðal annars frá forsætisráðherra í starfshóp en ég veit það að Landssamband eldri borgara mun þar eiga 3 fulltrúa í þeim hópi og það það sem Landssambandið setur á oddinn, það að skoða sérstaklega tekjulægstu hópina í hópi aldraðra. Hv. þingmaður nefnir líka örorkulífeyrisþega og vísar þá til að mynda til væntanlega heimilisuppbótarinnar sem skerðist með þessum hætti hjá sambúðarfólki. Og hv. þingmaður þekkir það, sá hópur hins vegar að þeirri vinnu var aldrei lokið á sínum tíma 2016. Það varð ósætti niðurstöður í málefnum örorkulífeyrisþega. Nú eru menn sestir aftur við borðið og ég bind miklar vonir við það að við getum saman komið okkur, stjórnmálin og fulltrúar örorkulífeyrisþega í ÖBÍ og Þroskahjálp ásættanlegar breytingar á kerfinu til hagsbóta fyrir örorkulífeyrisþega.
Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svörin, en ég spyr hann aftur. Hvernig stendur á því og hvernig hægt að verja þetta gagnvart stjórnarskránni? Er ekki bannað að mismuna? Og ég segi, af hverju eina nefndina? Ég meina, þetta er ekkert flókið mál. Reynum að setja þetta inn í launasamninga. 20% ef þið búið saman, þá verður þið skert. 20% hjá báðum ef þið viljið fara í hjónaband. Reyna að koma sér í samninga laun. Og þá gildir nákvæmlega sama eldri borgara og öryrkja. Það gildir ekkert önnur lög nema ólög þá sem eru brot á mannréttindum. Það er ekkert flókið. Við eigum að sitja með nákvæmlega sama borð og aðrir. Og meðan svo er ekki, þá þarf ekkert nefnd. Það þarf bara að vilja okkar hérna inni til að breyta þessu. Vegna þess að ég veit það og ég hef enga trú á því að við hérna inni myndum 63 samþykkja það að við erum skert 20% af launum okkar bara fyrir það að búa með maka okkar. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, hv. þingmaður segir af hverju enn eina nefnd? Jú, það er vegna þess sem ég sagði hér áðan. Á sínum tíma var setið við þessi mál með fulltrúum allra flokka, með fulltrúum eldri borgara, fulltrúum öryrkja, fulltrúum vinnumarkaðarins. Það varð ekki niðurstaða í málefnum örorkulífeyrisþega. Ég held að Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp, þau hafa beinlínis lýst því yfir að þau telja mjög mikilvægt að það verði gerðar ákveðnar kerfisbreytingar á því kerfi sem við búum við í dag. Að það verði einfaldað, að bótaflokkarnir verði endurskoðaðir og það er mjög mikilvægt að sú vinna, ég hef sjálf sagt það, ég hefði viljað að sá hópur hefði verið skipaður, að það hefði gengið hraðar að skipa þann hóp, það tók tíma að skipa þann hóp, nú er búið að skipa hópinn, það er verið að boða fyrsta fundinn. Ég legg áherslu á að sá hópur vinni hratt, af því að þetta er mál sem á ekki að bíða, en við eigum að sjálfsögðu að reyna að ná einhverju niðurstöðu um það hvernig kerfið sjálft lítur út. Og ég trúi ekki öðru en allir hv. þingmenn séu sammála um það. Ég veit að hv. þingmaður situr sjálfur í nefndinni sem fulltrúi þingsins og ég bara treysti á ykkur í þessum hóp að þið munið ýta þessum málum hratt og örugglega áfram.